Já, við ætlum að halda áfram að tala forsetakjörið og svona bara hluta af því sem er í umræðinni en þó svolítið fyrirferðarmikið. Það svona valdmörk forsetans, hvaða völd hefur hann, hvað má hann og hvað má hann ekki og hvað gæti hann gert sem að fyrir forsetar hafa ekki gert og hvað þetta liggur, þetta sem að einhver sagði að væri óskiljanleg starfslýsing sem að í stjórnarskránni. Til að ræða þetta hingað komin Ragnhildur Helgadóttir sem rektor í Háskólanum en prófessor og doktor í lögum og stjórnskipunarrétti. Þetta þitt svið. Þetta mitt svið. Þetta finnst mér allra skemmtilegast. Þið þá að finna skaman af kappræðunum og sérstaklega þegar allir 12 mæta. Já. Því að það eiginlega frekar í svona þeim sem hafa minna fylgi, það sem að koma fram svona djarfari túlkanir á því hvað forsetinn má og hvaða völd hann hefur. Jú, sko, mér finnst það óbúslega gaman þegar allir eru saman vegna þess að bæði eins og var á RÚV, bara maður þarf að heyra margar raddir og svo vorum við upp í Háskólanum í Reykjavík með fund þar sem að voru 300 nemendur í sal og það var bara að tala við það fólk af svo mikill alvöru og einlægni og það kann maður svo óbúslega vel að meta. Ég hlusta á þetta á netinu, þetta var fýtfundur. Sem að þú stjórnar. Jú. Þannig að það var, þannig að ég hef voða gaman að þessu. En að því sögðu þá auðvitað líka sagðir bara hlutir sem fara út fyrir það sem að stjórnarskráin leyfir. Þannig að mér finnst alveg ástæða til að fara pínlítið yfir hvað eru túlkunaratriði, hvað á hreyfingu. En það að hlutir sé á hreyfingu og eins og þið vitið, það að sé hægt að túlka orð þýðir ekki að sé hægt að fara með þau alveg hver sem Þau eru samt og setja einhverja svona ytri grænsur. Já, ef við ekki að reyna að finna hverju þar eru, eða að þínum mati. Sá sem að mér finnst ganga lengst, ef að svo má orða, held ég að sé Eiríkur Ingi, sem að sagði hérna í viðtali við mig, að ef hann í kjörinn, svona upp úr 1. ágúst, þá myndi hann láta þingi vita það, að hann sætti sig ekki við þessa ríkisstjórn sem að væri. Og hann ætlaði að skipa nýja ríkisstjórn. Hann hefur gengið allangt og það hefur enda Viktor Traustason gert líka. Já, með þarna að skrifa ekki undir lög sem að nema hafi meiri... Nei, hann hefur talað að ráðherrar siti í hans umboði sérstaklega. Hvað hafa þessi menn fyrir sér í þessu? Sko, það sem þeir hafa fyrir sér í þessu að það eru 19 eða eitthvað svoleiðis, greinar í stjórnarskrá, nú man ég ekki númerið, sem að leggja heimildir til forseta Íslands. Og svo eru 2 til 3 sem taka það hér bil allt tilbaka. Með því að segja að Íslands í lýðveldi með þingbundinni stjórn, sem líka stjórnskipunarvenja og í því felst að það þingið sem ákveður hverju situr í ríkisstjórn. Þingið verður að styðja eða þola ríkisstjórn hverju sinni. Þannig að það sé forseta bara að velja það einfaldlega ekki rétt. Og þetta var öðruvísi fyrir 1885, þá var það þannig í Danmörku og Noregi að það var konungur sem valdi. En þá var í raun og veru ekki lýðræðislegt umboð hjá ráðherrunum heldur bara hjá þinginu. Þannig að það var óskaplegur lýðræðissigur á sínum tíma þegar þingi fór að ráða því hverju sitja í ríkisstjórn í stað konungs. Og raunverulega mynda ríkisstjórn með því að meiri hlutin í þinginu kemur sér saman til þennan ríkisstjórn. Já, eða minni hluti og einhverjir ætla að leyfa því að dangla. Og sanna það fyrir forsetunum að þeir hafi meiri hluta. Það stundum komið þannig að það hefur þurft að sanna það í prívat viðtölum. Ég held að það hefur verið þannig í tímabili í ríkisstjórninni 88 til 91 að það var svona óvissa hvort hún hefði meiri hluta. Já, og ég meina það hafa allir verið frekar opinskáð með það að ef að það einhver vafi þá hlerar nú forseti Íslands og svoleiðis, bara að það sé örugglega, enda hafa þeir sem hafa skrifað þetta og það Ólafur Jóhannesson og fleiri hafa talað það væri brot af hálfu forseta að skipa ríkisstjórn sem að þingi vill alls ekki. En það sem gerist þá það að þingi samþykkir á hana vantraust og þar með þarf hún að víkja og þannig erum við komin inn í einhverja lúppu. Förum við yfir það, segjum að Eiríkur Björnsson fyrir lýðveldisstofnun þegar hann stofnar utanþingsstjórn. Hann skipar utanþingsstjórn eftir marga mánuði sem að ekki tókst að mynda þingstjórn og utanþingsstjórnin var bara
þanga til þingið fann út úr þessu og þá vekum En og þurfti hann að bera sig eitthvað þingræðisstjórnin sama við formi flokka Já, eða hann var vitað að hún yrði ekki felld. Og það er engin deilur það að þetta er það sem að forseti gæti þurft að gera, að ef að það bara myndast ekki ríkisstjórn með þingmeirihluta og þá kemur tvennt til greina að bara efna til nýra kosninga, eða þá að forseti myndi utanþingsstjórn og þá er það stjórn sem að þingið sætti sig við. Já. Án þess að Styður hana kannski ekki en þólir hana sætti sig ekki við það, þá mun þingið líklega mynda bara nýja ríkisstjórn og þá er þessi utanþingsstjórn farin. Já. En pröfum að segjum að Eiríkur sé kosinn og hann tilkynir þinginu að hann ætlar að mynda Eiríkisstjórn og gefur þeim svona umstóltunartíma til þess að hvernig þau ætla að setja sig við þetta og svo 15. ágúst að þá mætir hann og segir að heldur ríkisráðsfund, boða til ríkisráðsfundar, ég veit ekki hvort að hann getur gert það ekki og hann tilkynir öllum ráðherrunum sem mæta á ríkisráðsfundin að hann vísi þeim út úr ríkisráðinu. Já. Og ég ætla að mynda þessa ríkisstjórn. Hvað myndi gerast? Sko, loksins er einhver sem kann að fara almennilega í hvað gerist þá. Ég hef alltaf verið að bíða eftir þessum spurningum og það kom aldrei. Sko, það sem gerist þá er það að þá förum við í næstu grein sem að tekur völd frá forseta, ef svo má segja, sem er 19. grein stjórnarskrárinnar, en þar segir undirskrift forseta undir lög og stjórnarmálefni, veitir þeim gildi, ráðherra ritar undir þeim með honum. Þannig að stjórnin sem að Eiríkur ætlar að reka heim og hann, þú veist, það er nú ljótt að tala svona meitt frambjóðanda, ef einhver ætlar að gera þetta. Hann hefur farið lengst með þetta. Þá stjórnin sem hann ætlar að reka heim, ég ímynda mér að forsætisráðherra myndi ekki skrifa undir laust frá embætti með forseta og þar með tekur það ekki gildi. Og þá segir Eiríkur, það sem að þið farið ekki að því sem ég segi og ég tel mig hafa réttið þessi í stjórnarskránni, að þá mun ég ekki samþykkja nein lög sem að kemur frá ykkur. Og þangað til að þið trillist og samþykkja á mig vantraust og þá verða kosningar hér forseta og þá verður að kosningin raunverulega það hvort að þjóðin velji my way eða ykkar. Eða þú highway. Það sem að, ég meina þetta er mekanismin sem en ef við horfum á, öll erum við fólk sko, ef við horfum á reyndina, þá hefur fólk iðulega, og ég að hugsa flugfræði verkfall á kvennafrídegi og ýmislegt, iðulega tósast fólk á og svo lendir það hlutunum annarkvort einhverju breytt eða fólk gefur sig eða hvoru megin sem það En ef við sjáum fyrir okkur að allir séu stáli, engin hlusti neitt og allir bara keyri, þá getur þetta alveg verið. En tökum þá eftir því að stjórnarskráin með mekanisma til þess að leysa úr þessu. En sem val þjóðarinnar, hvort viltu fara leið forsetans eða þingsins? Fyrst þarf 3/4 hluta atkvæða í þinginu. Sem að ég myndi reikna með að vera auðvelt að fá. Já, og þá forsetavalið vikið úr embætti og þá þarf ekki kosningar eftir það. Ef ég man rétt, það þarf bara kosningar ef að nú skulum við flettu. Já, ég held að Flettum. Þá er engin forseti á Íslandi, hvað gerum við þá? Kjósum nýjan. Þá býður Eiríkur bara eins og einhver ef Eiríkur kosin aftur. Þá erum við komin inn í sama og með hitt og með vantrausti, þá erum við komin inn í lúpu. Nei, það Sko, mér heyrist það sumum eins og Eiríki og jafnvel Arnari Þór að þau með það sem þeir leggja fram að þeir séu til í smá stjórnarkreppu. Þú veist að þeir eru til að vera úr stáli tíma vegna þess að þeir meti það að sko hversu með niðurstaðan að þá hvað ég að segja svona svo lína sem hefur komið frá ríkisstjórn og alþingi og þeir meta sig gegn þjóðarvilja að það sé komið tími á að við hristum aðeins upp í stjórnskipunar hefðum. Heyrðu, þetta var rétt. Forseti verður leystur frá embætti áður en kjörtíma hans lokið. Ef það samþykkt með einföldum meirihluta atkvæða við þjóðaratkvæðagreiðslu sem til stofnað kröfu Alþingis, en það þarf 3/4 hluta þingmann til þess. 3/4 var ekkert mál, svo verður þjóðaratkvæðagreiðsla. Og ef Eiríkur vinnur þjóðin segir við viljum hafa þennan forseta
halda áfram, þá þingrof og efnt til nýrra kosninga. Vegna þess að við sem kjósum við erum alltaf seinasti dómarinn, sem skemmtilegt. Þannig að hugmynd Eiríks vel að ná þessum söguþræði öllum í gegn, þannig að við séum komin með í kerfi sem eiginlega orðið líkara Frakklandi eða Bandaríkjónum með hlutur forsetans heldur en að hefur verið hér áður. Mér langar til að spyrja annað. Ef að þetta gert svona, ef að þetta gert í raun og veru svona en ekki með því að breyta stjórnarskránni og ég hef agitera fyrir því í mörg ára það verða að gera. En ef að breytingar eru þvingaðar fram svona, hvar stoppar það? Hvernig erum við ekki með einvaldskonung? Það má vera stjórnarskránni. Ef hann getur skipt, ef að forseti Íslands getur skipt inn á ráðherrum, ef hann getur stoppað lög sem honum hugnast ekki, ef hann getur lagt fyrir lög, ef hann getur rofið þing aleinn, ef að við kippum 19. greininni úr sambandi, hvað erum við þá með og það stjórnskipun sem okkur hæfir? Það fara aftur 150-200 ár. Það svona, ég held að við gefum okkur að enginn vilji fara þangað. Nei. En ég held líka að við getum alveg gefið okkur að þetta er leið sem að gæti orðið, þó ekki sé það líklegt með að við kannanirna núna. Nei. En stóri ókosturinn að mínu viti í ákvæðunum í stjórnarskránni, þó þau séu með þessa varnagla, ef allir bara keyra áfram, þá stóri ókosturinn sá að það svo flókið og svo astnalegt að lesa almennlega lýsingu á valdheimildunum út úr stjórnarskránni. Og það ósanngjarnt, finnst mér, og það bara andstætt réttaríkinu, það þurfa að kalla til fólk eins og mig eða aðra lögfræðinga, en það sé ekki hægt að fá svona grundvallaratriði ákveðna mynd við það að lesa stjórnarskránni. Það svo mikil munur á stjórnarskránni og hefðinni. Nei, og hættan kannski svo að ef allt fer í stál, að þá eiginlega eins og þú ert að segja, þá bara vekist upp hér einveldi. Ég hef ekki svo miklar áhyggjur af hefðinni í þessu. Ég hef áhyggjur af því, takt eftir því, að þarna þyrfti að reyna að hunsa 19. greinina. Sem segir ekkert tekur gildi nema að sé ráðherra og forseti. Og þetta væri algjörlega, það þyrfti svolítið skrítna afstöðu til lýðræðisins vegna þess að það segir líka í stjórnarskrá að ráðherra beri ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum en ekki forseti. Þá alveg óhugsandi í mínum kolli og flestra að forseti geti gert mikið sjálfstætt. Ef enginn ber ábyrgð á því, ráðherra þarf að skrifa undir til þess að það sé einhver sem ábyrgist það. Já, það er gert að frumkvæði, en síðan forsetinn getur neitað að skrifa undir. Já, en það annað. Þá ertu bremsandi, hitt raunverulega að stökkva áfram og gera eitthvað. Þannig að þess vegna þetta í eðli sínu eins og þetta núna, bremsandi embætti. Þetta meira svona aðeins hægja á, aðeins gera flóknara. Þangað til eitthvað kemur og rífur bara í handbremsuna. En ekki Arnar Þór búinn að segja að hann muni ekki staðfesta nein lög sem koma frá Evrópusambandinu? Já, sem að framvísa fullveldinu til alþjóðlegra stofnana eða ákvörðunarréttin og þá veit þingið af því að það komin forseti þarna sem að muni ekki samþykkja neitt fullveldis afsal eins og hann myndi kannski orða það. Já, samkvæmt hans túlkun. Já, og þá sittum við bara upp með það, þingið. Það bara taka mið af því að ef við sendum eitthvað... Akkur myndi, ef við erum að gefa okkur að allir keyri áfram, allir sjústáli, engin hlusti, allum sé sama þó þið keyri beint út sjó. Ef við gefum okkur það, akkur myndi þingið ekki bara samþykkja að láta fara þjóðaratkvæði. Ég bara má ekki til þess hugsa að þurfa að greiða atkvæði með allt saman. En ég meina við myndum að gera það. 2/3 hlutar af lögum sem að fara í gegnum alþingi eru frá Evrópusambandinu. En aftur, þarna mekanismi til að leysa úr því. Jú, en samt ekki góður, ekki frekar heldur í hinu tilfellinu, þannig að þetta eiginlega að dragast upp að forsetakablinn í stjórnarskráni eiginlega afleitur. Það hafa lögfræðingar og sakfræðingar sagt allir lengi. Vegna þess að það lög eiga að vera þannig að við öll sem að meinum vel og viljum vera innan ramma getum áttað okkur á því hvað við eigum að gera og hvernig við viljum hafa hlutina. En hefði þetta breyst mikið ef að nýja stjórnarskráin hefði vel að skildi? Hann skárri þar ekki. Veistu, ég get eiginlega ekki alveg sagt til það. Nei. Stóri vandinn þar eins og ég man var að þar var svo ofboðslega mikið af bremsandi mekanismum að það var bara raunverulega hætt á því að hlutir lentu alltaf inn í völundarhúsi og stoppuðu einhvers staðar. Og það var líka það sem að til dæmis Feneyjanefndin benda á.
bara það voru svo margar bremsur að það var svona ákveðin hætta á einhvers konar stoppi. Bíllinn komst ekki áfram. Já, en ég meina, margt fínt og ég spáði því ennþá að fullt eigi eftir að koma inn. Já. En deilan, það er deila hlutur kostans og ég meina Ólafur Ragnar fór í deilu við hefðar sinna. Er raunveruleg deila? Veistu það, ég er ekki viss það. Vegna þess að af 12 frambjóðendum eru langflestir nokkuð skýrir og allir sem eru yfir ákveðnu. Og það eina sem að þeir tala að kannski nýta, og það gildi líka Arnar Þór, er synjunarvaldið sem við vitum að er hægt að beita. Já. Þannig að það er ekki margir sem er að tala að leggja fram frumvörp eða segja ráðherrum upp störfum eða leysa embættismenn frá störfum. Nei, þeir eru afskaplega fáir. Þannig að ég er nú ekki viss að við að segja að þetta sé raunveruleg deila. Ég held við frekar að segja að þarna er óskýr texti og það er synd vegna að þarna eru flotti frambjóðendur þetta gildur sem er óþarfi. Og ég meiri áhyggjur að því að hafi áhrif á fylgir þeirra að það gæti verið meira ef að þeir væri ekki að tala í kross heldur en hitt. Eitt sem að þegar fólkið eða frambjóðnari spurðir í hvað tilfellu munt þú grípa til málskotsréttarins eins og flestir nota það. Og þá hefur til dæmis einhver segja þegar að lög brjóti í bága við stjórnarskrá. Einmitt. Sem að maður myndur nú ætla ætti kannski að vera eitthvað bara mekanismi bara í tengslu við þingið eða eitthvað, stundum er það þetta að vísa lögum í eitthvað svona stjórnlaga dómstól í Þýskalandi og fleira, svo kemur bara úrskurðum segir við þingið bara sorry Stína þið verið að laga þetta gengur ekki upp en það er svo erfitt að sjá hvort það sé snjallt að forsetis í þessu en ef við höfum engar svona stjórnlaga dómstóla en eitthvað þess, þá er kannski alltaf að forsetis í þessu. En þarna skera Norðurlöndin sig úr vegna þess að Ísland, Danmörk og Noregur eiga það sameiginlegt að þar dæma almenni dómstólar þetta. Þannig að almenni dómstólar við getum rifjað upp eitthvað verulega gamalt eins og öryrkjamálið. Við getum rifjað upp kvótamál, við getum rifjað upp alls konar mál. Það er alltaf mál þar sem að dómstólar segja hér eru lög sem ekki stenst stjórnarskrá að nota í þessu tilviki. Það verða engar afleiðingar eins og í öryrkjadómstólum þá tókst stjórnvöldum einhvern veginn sigla framhjá því sama með réttin til veiða það sem að kom úrskurður frá Sameinuðu þjóðunum og íslensk stjórnvöld tóku að sér eitthvað svona tíma til þess að laga fiskveiðistjórnarkerfið, þeir hefur bara ekkert gert það En ef að það er dæmt hjá íslenskum dómstólum, þá er lögum ekki beitt ef þau fara í bága við stjórnarskrá. Þannig að þess vegna er þetta annað og þarna held ég að sé tvennt að blandast saman ef ég leggst nú í amatör sálgreining á frambjóðendum. Það er annars vegar spurningin hvað myndi mér líða ofboðslega illa með og ég ekki samþykkja bara og frekar hætt í vinnunni heldur en að samþykkja þessu lög. Jón Gnarr hefur sagt þetta. Þannig líður mér með lög sem að heimiluðu pyntingar. Bara þá, þau vitið. En það er þá ekki vegna þess að það sé ætlunin að endilega vísa því í þjóðaratkvæði. En það er þjóðaratkvæði í þessu tilviki jafn marklaust. Ef að við settum öll, meiri hlutin sem eru ljósharði eða gráharði eða eitthvað, ef að við settum öll lög það að gera upptækar eigur fólk sem er með rautt hár. Þau væru alveg marklaus. Eins og fólki okkar heimsluta hefur gert, það er bara rétt tæp 100 ár síðan. Einmitt. Þau eru alveg jafn marklaus þó að þau væru samþykkt í þjóðaratkvæði. Þau fara eftir sem áður gegn jafnræðis og eignarréttar ákvæði stjórnarskrá. Og þjóðaratkvæði breytir því einhver. Er ekki samt betra að hafa forseta sem að neitar að skrifa undir þetta og vísar þessu til þjóðarinnar og ef þjóðin samþykkir þetta þá bara so be it og þá er möguleiki á dómstólarnir stoppið það. En er ekki skárra að hafa forseta sem að þó gerir þetta þó svo að í okkar kerfi þá ætti dómstólarnir á endanum að fella þessi lögur gildi af þau stangast á við stjórnarskrá. Er ekki bara allir að því að forsetin að því það er fljótvirkara hendur þessu í þjóðina og ef þjóðin vil brjóta stjórnarskrána þá er það dómstólana? Það sem að þannig erum við aftur að blanda saman sjáðu. En það sem að mér finnst þú vera að spyrja er ekki gott að forseti geri helvítis hávaða
ef að það á að fara að gera eitthvað sem siðferðilega óásættanlegt. Jú takk, það viljum við. en á akkurat sami mekanismi við ef þetta einhver pínulítil, þú veist, en þó gegn stjórnarskrá, spurning hvort í einhverjum tilvikum, jafnvel, ég meina Alþingi setur ekki lög sem fara gegn stjórnarskrá viljandi, það langoftast vegna þess að þau sjá ekki fyrir einhverjar afleiðingar. Þú veist, þannig það algengara. Það líka túlkunatri. Við getum ekki með eins og COVID, það voru miklar umræður að ýmislegt sem að Alþingi gerði þá bryti gegn stjórnarskrá vegna þess að bryti gegn persónufrelsismyndi sem eru vendað í stjórnarskránni. Það þetta, sko. Og viljum við endilega að það sé þannig að ég get svara spurningunni þinni viljum við fórseta sem gerir hávaða þegar eitthvað siðferðilega óásættanlegt, algjörlega játandi, en viljum við fórseta sem leggst yfir öll smáatrið í frumvarpum og þess að nei, ég ekki vissum að þetta standist kröfunu réttláta málsmeðferð alveg í öllum tilvikum með þessu, við skulum fyrir eitthvað annað. Ég ekkert alveg vissum það og þarna held ég að skilja á milli, stundum falla mál þar sem að sko einhvern veginn andstætt góðu siðferði og andstætt stjórnarskrá saman, en ekki alltaf. Það alveg mál sem eru andstætt stjórnarskrá þó að þau séu ekki andstætt góðu siðferði og við myndum ekki öll fara á hliðina. En að því við tölum Jón Gnarr í þessu tilfelli, þá hans tillaga að gera hávaða. Og hann segir það með því að ef að þjóðin síðan samþykkir dauðarefsingu, ég held að það sé dæmi sem hann tekur, að þá bara hætti ég og skellir hurðum. Þannig að það má alveg heyra í hans framsetningu að hans hlutverk að gera hávaða þegar það brýtur gegn hans siðferðiskennd. Þetta og bara til að fara í muninu þessu einu snenn, ef að þetta væri vegna þess að hann vildi nýta 27. greina, þá myndi að segja að þá finnst mér það svo mikilvægt að það ætti að vera þjóðin sem tekur ákvörðun það. Það ekki það sem hann að segja. Það sem hann að segja ég ætla ekki að taka þátt í þessu. Það valid. Það bara hætti ég. Má ég spyrja eitt að því við erum að tala hvort að fórstu þetta liggja yfir. Það var mál sem var afgreitt núna og var töluvert deila í samfélaginu sem var breytingar á búvörulögum sem að veittu afurðastöðunum undanþágu frá samkeppnislögum og þar kom meðal annars fram gagnrýni að frumvarpi hefði breyst svo mikið í meðferð þingsins að raunverulega væri málsmeðferðin þar gegn kröfu stjórnarskrárinnar að mál fengju held ég 3 umræður. Þú kannastu þetta. Og þarna svona mál sem að bæði, ég held að sé alveg óvægt að segja það hafi valdið, þetta ekki frumvarp sem að nýtur meirihluta fylgis meðal almennings og svona andstaðan gegn þeim var mjög sterk og með sterkum rökum og meira sér þingmenn sem að samþykktu nefndaráliti sögðu bara ég áttaði mig ekki á því hvað ég verið að gera og hvað leira. Þarna væri rökin fyrir forseta að neita skrifa undir að því að málsmeðferðin og þingi hafi ekki staðið stjórnarskrá. Hvað segir lögspekingur við því? Þetta hafa dómstólar líka dæmt. Ég skil alveg sjónarmiðið en það hafa fallið dómar það að einhverju hlutar af lögum hafi ekki fengið alla þá umræðu sem þeir átt að fá á þingi. Þannig að þetta eitthvað sem að fólk getur borið fyrir sig, fyrir dómstólum líka. En ofta þannig í íslenskum dómstólum allavega að til dæmis ég neytandi og ef ég færi með þetta mál að þá verði dómstólunum fljótir að segja það að ég sé ekki aðili máls. Þú ert ekkert meiri neytandi heldur en ég. Þannig að það engin sem að getur eiginlega komið þessu fyrir dómstóla. Það náttúrulega, það hefur verið reynt á heilmörg svona mál. Það hafa heilmörg eða þó nokkuð af málum auðvitað og þau eru mörg á hverju ári. Það sem dæmt það hvort að lög samrýmist stjórnarskrá og nokkur það sem verið að tala málsmeðferðina. En hugsum frekar út frá hinu sjónarhorninu. Hugsum líka, það segir í stjórnarskrá að það vera 3 umræður. Ef að fólk samþykkir það, sem sagt ef að kjósendur samþykja frumvarpið, það voru samt ekki 3 umræður ef að þeir voru ekki. Þannig að þá eftir sem áður skilur hverju. Nei, þá það þetta þannig að bara þjóðaratkvæðagreiðslan blessar hvorki né afblessar hvorki efni né málsmeðferð sem fer gegn stjórnarskrá. Hún bara sker ekki úr því. Að því ég að reyna að enduróma það sem ég hef heyrt frá frambjóðendum og þetta ekki það sem ég að þá myndu þau líklega að segja, þeir sem vilja leggja áherslu á það þjóðin, það sem þjóðin ákveður í þjóðaratkvæðagreiðslu, það æðra en hinu. Þannig ef þjóðin samþykkir þetta, þá málsmeðferðin á sínu tími í þinginu skiptir ykkur máli, því að þjóðin valdið.
akkur gildir það þá ekki með efnisreglur. Það er ekki efnisreglur 3 umferðir í þjóðaratkvæði. Já, en skilur þetta heldur ekki vatni, annarkvort ætlum við að hafa stjórnarskrá sem að heldur eða ekki. Og þarna erum við komin út fyrir það sem að hægt að komast. Og eins og ég segi, ég held að, og það er kannski það sem að mér finnst svekkjandi í þessum framboði, í þessum baráttu núna, er að mér langar svo til að heyra í öllu þessu góða fólki á þeim forsendum sem svona innan rammans sem þó er. Og þarna held ég að við erum komin út fyrir hann, að við séum komin út fyrir hann, þarna erum við það. Í dómstólar gætu alltaf slegið slík lög út af borðinu þó að þau hefði verið staðfest. Steinunn Ólína var með svipaða yfirlýsingu en af öðrum svona frá öðru sjónarhorni heldur en Arna Þór. Hún var með það að hún myndi senda öll mál sem að snerust að framsali auðlinda og náttúrugæða sem óafturkræfra hluta í þjóðaratkvæði. Af því hún telur og þá getur fólk bara valið það ef að meirihluti kýs hana þá er ekki svona meirihlutan að þá væri það ákvörðun það að forseti væri sérstakur gæslumaður íslenskar náttúru og íslenska auðlinda og myndi vísa öllum málum því að framsalsrétturinn á því væri á þjóðinni en ekki þinginu. Hvað segirðu við Steinunni? Þarna hef ég í raun og verið ekkert að segja vegna þess að þarna er bara forsetaframbjóðandi að segja hér er heimild sem ég hef. Ég hyggst beita henni svona. Og þetta er í sjálfum sér ekkert öðruvísi heldur en einhver annar sagði að ef að 10.000 manns koma með undirskriftir, 10% fyrir ekki, sem eru líklega 25.000 pluss, 27.000 kannski, að þá mun ég senda það í þjóðaratkvæði. Það er Viktor. Já, og það er Viktor sem segir það og aftur, þú veist, í frumvarpinu sem komum frá stjórnlagaráði, þar var slíkt ákvæði aðskilið frá forsetanum, bara ef það kæmi ákveðin undirskriftafjöldi þá þyrfti að vera þjóðaratkvæði. Það eina sem er kannski erfitt við þetta er að í langflestum löndum þar sem eru slík ákvæði, svona prósentu ákvæði, þá er það takmarkað einhver leyti. Ekki skattamál. Ekki skattamál, ekki mannréttindi, eitthvað þess aftur. Þannig að meirihluti geti ekki tekið mannréttindi að minnihlutanum. Nákvæmlega. Þannig að þú veist, það er flækja, en að öðru leyti, ég meina, kosningabarátta er til þess að fólk segi hvernig það hyggst beita þeim heimildum sem það hefur. En hefur þú ekki gaman að þessu þegar að koma svo nýjir frambjóðendur er að kynna hvað er alltaf að gera? Sko, ég hef alltaf gaman af umræðum stjórnskipunina. Ég hef... Það fer svona aðeins eftir í hvar þú hittir á mig með þetta. Þannig að ég hef líka sagt og stend við það að mér finnst valla sæmandi að kalla alla að kjörborðinu að kjósa eitthvað þar sem að sumir að kjósa þann sem að verður góður í einhverju einu, aðrir að kjósa þann sem að mun beita synjunavaldi eins og þeim finnst þeir að gera það og svo framvegis. Þetta er svo sundurlaust val sem hvert okkar gerir. En að það er svona... Við sem kjósendur erum að svara svo mörgum mismunandi spurningum að það er spurning hvað er hægt að lesa þetta. Þegar að kynna stefnuna sína þá lítið úr stundum að segja þegar fólk er komið bara út af brautinni. Já, en það beinist sjaldnast að fólkinu og meira að því sem var heilmikið bara í kringum eftir hrunið og öll þau 10 ára á eftir, að það á að hafa grundvallar lög þannig að sé hægt að skilja þau betur heldur en er hægt þarna. Og það þarf að laga til í stjórnarskránni. Það þarf að laga vegna þess að þarna, þetta er svo gamalt í grunninn. Og ég meina ekkert okkar vill að ákvæðið að forseti Íslands veiti undan þá frá lögum, en sé ábyrgðarlaus á því. Sé virt, sko. Þetta var úrelt löngu áður en þetta kom inn í íslensku stjórnarskrána. Það er þessi kosningabarátta getur verið farið þannig að hún sér margir söguþræður á sama tíma. Sumir eru að kjósa í einhverju pólitísku uppgjöri Katrínar Jakobsdóttur, sumir að kjósa út frá einhverjum hugmyndum skipunarrétt, sumir eru að kjósa veislustjóra, sumir eru að kjósa eitthvað sem ég get verið stoltur af á erlendu grunn, þannig að þessar ólíku forsendur. En að mörguleyti er þetta við líka við þingkosningar, til dæmis ég hef ekki fundið neitt sem getur sagt að hvað síðustu þingkosningar snerust. Nema er ekki bara best að kjósa Framsókn. Sem er eiginlega uppgjör gagnvart því að vissi ekki hvað við vorum að kjósa.
og þegar maður því að maður er náttúrulega ólíku saman í jafna, þegar maður er að lesa kosningar í öðru löndum, þá það oft svona skýrt hver eru raunverulegu kosningamálin, það tekist á eitthvað tiltekið. Ég held að sömuleyti við mættum herða okkur í því hvernig við fjöllum til dæmis forstakjör eða þingkosningar, þannig að það væri svona eitthvað samkomulag það, hvað erum við að kjósa, sko. Já, inn í hvaða hlutverk erum við sem kjósendur að ganga. Ég held að ef núna væri árið 1980, þá værum við að horfa á þetta allt öðruvísi, jafnvel þó að væri sama mannval í frambóði, þá værum við samt að horfa á öðruvísi, sko, umræðu og öðruvísi nálgun, vegna þess að það hefur bara þróast og það hefur svona aðeins hvernig við sjáum hlutverk forsetans fyrir okkur. En það er bara misjafnt auðvitað eftir mönnum. Þannig að þetta finnst mér erfitt vegna þess að það er verið að biðja okkur að taka ákvörðun í lýðræðisríki en við vitum ekki alveg í hvaða hlutverk við erum að velja. Við veitum ekki hvað spurningin er, sko. Eða öllu heldur, við höfum svona einhverja hugmynd það en það er alveg hægt að hafa nokkrar útgáfur af þeim sem allar komast fyrir innan rammans. En að þú nefnir 1980, þá held ég að með minnir að 96 hafi öryggisventillinn verið nefndur og ég man ekki eftir því 1980, ég bara man ekki. En síðan hefur það verið vaxandi umræða svona vald forsetans á móti þessu hugmynd að forsetinn sé hemill eða eitthvað mótvægi við þingið. Og ég velti fyrir mér af því hvað þetta er mikið vaxandi og meira núna heldur nokkuð tímann áður. Hvort þetta get ekki, þetta er náttúrulega einhver merki það að sko, stjórnskipunin er ekki nógu skýr, en þetta getur líka verið merki það að það sé vaxandi tilfinning meðal þjóðarinnar að þinginu, og við þekkjum umræðum það að þingi sé undir hælnum á ríkisstjórn og hérna búum við eitthvað fyrirbrigði sem heitir ráðherraræði og þið kannist við þetta, þið kannist við æðþyngri umræðum að sérhagsmunirnir ráði hér öllu, það var í viðtali við seðlabankastjóra þar sem hann talaði þetta, þið kannist við það, þessi vaxandi tilfinning meðal almennings að stjórnvöld í þessu kerfi þarna með ríkisstjórnina og sem með þingið í vasanum sé ekki að fara og gæta almannahags eða stýra landinu eftir vilja og væntingum almennings og að sömuleyti sé þessi umræða stjórnskipunina í forsetakosningum merki einhverja svona tilfinningu því að það er ekki þannig að Eiríkur eða Viktor eða Arnar Þór hafi bara verið í einhverju unglingaherbergi og sé þetta þar og labba svo út, þeir eru að tala inn í eitthvað sem að þeir upplifa að sé vandi. Hvað segir stjórnskipunar sérfræðingur það? Erum við ekki í einhverju svona, vantar ekki meira svona check and balances hjá okkur? Nú erum við aðeins komin yfir í stjórnmálafræðina, en ef ég tala bara sem kjósandi, þá höfum við náttúrulega séð aðeins að það hefur verið ákveðin tilhneiging til að vera mismunandi til dæmis í Reykjavík sem var og er mjög stór og svo á þinginu. Það hefur oft verið mismunandi meiri hlutar þar og síðan erum við með sterkari dómstóla heldur mörg lönd en þetta er það sem að margir segja að sé bara svona auki vantraust og aukin polarisering skautun ef við viljum segja það í stjórnmálunum. Höldum við ég var ekki til þá, en höldum við í alvörunni að sérhagsmunirnir séu miklu sterkari núna heldur en þau voru 1968 eða 1980? Ég veit það ekki. Kolkrabbin hétt þetta þá? Já, skiljiði. Þannig að ég held að þetta er að einhverju leyti merki vantraust. Kannski þolokkar fyrir sérhagsmunum minkar og það er jákvætt. Er þetta ekki bara eftir hrunið þegar var rætt skipunni nokkuð veginn 4 ár samfleytt og þá fer þetta upp í loft og þá byrja fólk að hugsa það. Þegar ég var að byrja að kenna stjórnskipunarrétt 2002 og 2003 og þá fannst alltaf krokkunum og satt að segja mér líka ótrúlega fyndið að það stjórnarskrá sé breytt með því að 2 alþingi með kosningum á milli samþykti því það var ekki vitað neitt sem hefði nokkuð tíma kosið út frá því. Skiljið, það færi engin bara já, nei, nú ætla ég að kjósa allt annað heldur en venjulega vegna þess að ég vil alls ekki þessar stjórnarskrárbreytingar fara í gegn. Það bara er ekki þannig. Á meðan eftir það sem að stjórnlagaráð og það sem að gerir er að þetta eru hugmyndir fólk átta sig á því að þarna er einhver rammi og við þurfum að ræða hvernig viljum við hafa hann, er hann nægilega
skýr, er hann nægilega nútímalegur og allt þetta. Þannig ég held að þetta sé líka það og það gaman og það gott og það eins og það á að vera. En það ekki sérlega frjótt, sko, þessi umræða kom eftir hrun og það gat af sér til dæmis stjórnlaga þing sem var stjórnlaga ráð og nýja stjórnarskrána en það þetta algjörlega ófrjó leið sem að Hvað búið að leggja fram af stjórnarskrárfrumvörpum síðan? Alveg helling, sko. Fá ekki svona umræðu á þinginu, sko. Þetta lagt fram Sigurður Ingi, það sem hann lagði fram, ég held að það ekki finnst svona fengið umræðu. Ég veit ekki hvort að tillögu Katrínar hafi svona fengið umræðu í þinginu. Þannig að þetta er algjör uppgjöf þingsins fyrir að breyta stjórnarskránni. Ég held að við séum kannski ennþá frekar að horfa á það samtal heldur en vantraustsamtal. En ég veit það ekki. Aftur, við erum komin út fyrir mitt svið hérna. En ég myndi að minnsta kosti henda því inn sem svona einu enn í skálina. Þá förum við aftur á valdi forsetans sem að getur neitað að skrifa undir. Já. Getur, ef hann vill, þá getur hann verið með yfirlýsingar það hvers konar mál hann muni vísa sem náttúrulega hefur áhrif á störf þingsins, myndi ég halda. Það ekkert sem banna það. Hann segir, eins og tókst með held ég að verið dæmi frá Steinunni og Lína. Já, þú finnir ekkert að því? Ef þú vilt fá atkvæða mikinn forseta? Nei, sko það sem að mér finnst að sumleiti áhugaverðar að ræða þannig. Við vitum hvernig þessi mekanismi virkar. Við vitum hvernig 27. greinin virkar með lagafrumvarp. Það sem að ef við ætlum að vera í stuðinu, það sem meira stuð ef að forseti neitar skrifa undir annað. Eins og? Skipan dómara, skipunarbréf biskups Íslands, en þá engin... Uppbreytna æru sem að Guðni sagði, ef þið sendið mér annað svona þá mun ég ekki skrifa undir það. Við erum með mekanisma til að taka á lögum og þá þjóðaratkvæði og meðan þarna forseti raunverulegur heimill, en munum ráðherra líka. Þannig að þarna þurfa báðir og báðir geta hummað og komið hlutunum í hart með því að segja. Nei, því að hlustaði á fundi sem að þú varst með í Háskólanum Reykjavík, þá held ég að einhver hafi nefnt einmitt skipunarbréf. Hafi nefnt það, hvað gerir forseti þegar Davíð Oddsson kemur með skipunarbréf á héraðsdómara, þar sem að sonur hans skipar í embætti. Þar sem að voru 2 aðrir fóru dæmdir hæfari eða úrskurðar. Þetta var Steinunólin ef ég man rétt. Og hvað ef að forsetinn bara skrifar, ég skrifið þetta ekki svona spillingapapír, farið bara með þetta, hvað gerist þá? Ekkert í bili. En sonurinn verður ekki dómari? Þetta alveg eins og með lausn ráðherra úr starfi, ef að forsetið muniði sem að við nefndum í tengslum Eirík áðan, það þarf 2. Ef annars hvort segir nei, þá ekkert að gerast. Þannig að ykkur forseti gæti virkja þetta, segjum að við svo við séum ekki að halda því fram að ástæði sér núna, við gætum lent í spiltu stjórnvöldum og ég meina við höfum lifað þann tíma að það voru svona pólitískar ráðningar út og suður sem að veikja bara stofnanir okkar. Það voru afdankaði stjórnmálamenn settir yfir mjög mikilvægar stofnanir. Ég man eftir samtali við Jónas Kristjánsson einhvern tímann, ef ekki bara skrifum þetta eins og þetta sagði ég. Þú veist ekki bara hætta að vera með þessi látalæti að það verið að bara redda einhverju manni hærri eftirlaunum og verið að lama hér eina mikilvægastu stofnun samfélagsins. Og þá sagði hann eldri maður við mig að við skulum taka til þess að við erum plaðið að gefið út í þessu samfélagi sem við erum í, að því að það svona verið að finna einhver staðar hvernig þú getur verið gagnrýnandi, þú getur ekki stíð út úr tjaldinu, það voru hans ráðleggingar til mín þá, en við þekkjum þetta að í sumu leyti þá má alveg sjá fyrir sig að það er bara fullt tilefni til forseta bara neita að skrifa undir þetta. En þar reynir þá aftur á það sem við tölum áðan, að það er reynd einhvern veginn að jafna, það er reynd að laga eitthvað, það er reynd að setja þrýst. En þermúska á Bessastöðum að vera nei, ég sem ekki við ykkur eitt neitt, þetta er bara svona. Og hvað, vill ekki staðfesta? Þá dettum við aftur inn í vantraustið og þjóðaratkvæðagreiðslum, það er þá leiðin. En ég held að það sem við höfum hér á landi, að minnsta kosti, ofboðslega tilhneigingu til að vanmeta er mjúkt eða örlítið mýkra vald. Dagskrárvaldið er systematískt vanmetið, held ég. Já, og valdið til að segja
ef að við sjáum eitthvað svona fyrir okkur, er þetta raunverulega svona, kom ekki fram athugasemdir í þinginu, eru þau ekki að fara að lenda í vandræðum, þú veist, og svo framvegis, löngu áður en fólk á forsíðum í þessu, skilur við. Mjúka stýringin hefur nú, sko, við skulum ekki gleyma henni og ekki vanmetana, eins og við erum jú fólk í samfélagi en ekki úr stáli og keyrum bara. Þá finnst mér þú vera að draga upp sko valda mér í forseta heldur en að maður sé fyrir sér. Þá þetta næstu í forseti sem ætti vikulegan fund með forsætisráðherra sem að væri svolítið inn í málum og sem að léti forsætisráðherra vita að ef þú ætlar að koma þessu í gegnum mig þá verður að vera sko betur gert. Það sem að... En þetta ekki. Ég held að sé vikuleg fundir. En ekki, þú veist, það sem að mér finnst kannski, sko, það sem svo skemmtilegt í stjórnskipunarrétti, svo ég seti mig nú í kennaragýrin, að það er lagalegi ramminn og hann hér. Og síðan stjórnskipulegi ramminn. Nei, stjórnmálulegi ramminn. Bara hvað hægt að gera, hvað líklegt að gerast. Margt af því sem við erum búin að vera að tala um, dauðarefsingar, leyfi til pyntinga og svo framvegis. Það ekki að fara að gerast. 7.13 og Guðs í lof. Það bara langt fyrir utan það sem pólitískt mögulegt. Og það sem að svo gerist, það það sem sniðmengi, það sem innan beggja. Þannig að það þarf að, í sumum tilvikum, þá setur pólitíski ramminn, það hvernig fólk hagar sér, víðari mörk. Og það það sem ég að tala um. Það ekkert í stjórnarskrá sem segir að forseti að beita sér fyrir tungumálinu eða í íslenskum viðskiptahagsmunum erlendis. Ekki náttúrunni. Nei, þau hafa samt gert það. Ekki eins og fyrir börnin, sko. Nákvæmlega, en það hefur samt sko verið. Þannig að þá það pólitískt mat sem að rúmast innan lagana en ennþá meira. Þannig að þarna þarf þetta hvorttveggja. Og mjög oft í stjórnskipuninni reynir ekkert á reglurnar vegna þess að það sem pólitíkin gerir mögulegt miklu minna. Miklu minni kassi langt innan þess. Þannig að þú telur að vera eðlilegt að forseti einhvern veginn láti þingið og ríkisstjórnina vita svona hvað hann sætti sig við og hann geti... Það ég ekki að segja, vegna þess að það sem þið bættu við var hvað hann sætti sig við. Mér finnst eitt að segja voru engin mótmæli við þessu. Þetta ekkert að stefna í vandræði? Það ekki, ég mun aldrei skrifa undir nema þú. Það allt annað. En það svona, og ég aftur ekki sérfræðingur því, en pössum okkur að vanmet ekki mjúkustýringuna, við þekkjum það öll á vinnustöðum, í fjölskyldum, í félagasamtökum, að það ekki endilega sá alltaf sem ræður, það það hvernig hlutinni leggjast. Þannig að geta verið gildandi lög sem hafa tekið breytingum vegna skoðunar forseta á málnum. Það mér finnst dæmið uppreist æru, sem eins og ég skilði það, að Guðni var bara slegin yfir því að hafa skrifað undir þetta. Og ég held að hann hafi ekki fengið neitt slíkt bréf að óbreyttum lögum. Það var bara lögunum var breytt til þess að koma í veg fyrir að forseti myndi aftur skrifa undir eitthvað sem að honum var ókunnum. Ég var í útlandum og ég hreinlega man ekki. Ég bara man ekki þetta mál. Hann með þess að fundaði svo með konunum sem hafði vorið fyrir þessu. Og svo mýgri lendinga því að við erum með svona dæmi Stálin að það fjölmiðlafrumvarpið var náttúrulega þannig að Ólafur Ragnar neitar að skrifa undir og það mál bara gufað upp. Það var bara það var í raun og veru sett, tekið út af. Þá kannski kemur eitt yfirbót ef við erum að horfa á það. Það að segja lögin fellt úr gildi. Þá ákveður ríkisstjórnin að draga þetta bara tilbaka. En í æsif ekki. Og ég held að ríkisstjórnin þarna Davíðs og Halldórs hafi ákveðið rættið tilbaka því að þau sáu fyrir sér, að þetta var fyrsta skipti, þau sáu fyrir sér að þetta gæti enda með því að ef að þau myndu tapa þjóðaratkvæðagreiðslunni að þá væri ríkisstjórnin að leggja líf sitt að veði. Og þess vegna væri það eiginlega það væri pólitískt glabræði að setja þetta mál í þjóðaratkvæði. Þegar þetta kemur hins vegar inn í ríkisstjórn Jóhannu og Stengris, eins og stundum við kalla það, að þá mat ríkisstjórnin þetta öðruvísi. Að hún geti bara lagt þetta fram mál sem var í sitt mál, í þjóðaratkvæðagreiðslu, tapaði og bara haldið áfram.
Cameron taldi sig ekki geta gert það í Brexit, að ef að þjóðin á móti því sem ég legg í þjóðargangreiðslu, þá verður ég náttúrulega að hætta því að þjóð ræður. Þannig það var líka svona pólitísk breyting sem að ég veit ekki hvort að stjórnlaga... En þarna náttúrulega erum við líka að tala bara annað umhverfi. Þarna var, vegna þess að við vorum að kalla eftir checks and balances áðan. Þarna í staði fyrir að sé einvaldur sem segir þetta á kjósum, þetta ekki, þá er það bara, þú veist, það hefur þá kannski bara minna að segja. Vegna þess að það hefur að segja viðkomandi mál en ekki annað. Ég er ekki að segja að það hafi verið rétt eða rangt, ég er bara að segja að þarna voru komin mörg ári viðbót sem að þetta var sem að 27. greinin hafi verið í umræðinni og rætt sem möguleiki og fólk var búið að velta henni miklu meira fyrir sér. Þetta kom náttúrulega pínlítið eins og þetta kom fólk á óvart. Þegar fjölmiðla frumvarpinu var. Ég upplifði að sumarið, var þetta ekki 2004? Ég upplifði þannig að ríkisstjórnin hafi metið að það væri pólitísk og stórkostlegt flabræði að setja þetta í þjóðarkvæði. Þetta á þessum ríkisstjórnarfundi, þegar Davíð kynnir þetta, að þá fauk í Halldór og sagði þetta getum við ekki, þetta má ekki svona. Og meira segja að hann skildi eindaki sitt eftir á borðinu, hann tók ekki eins og með sér Halldór, það var svo, hann sá alveg í hvaða rugl þetta var, og ég á hennar texta, úr þessu fyrsta frumvarpi, þetta er alveg ótrúlega lesning, þannig að Davíð breytti svo eitthvað. Það var bara mynd af Jóni Ásgeiri með frumvarpinu. Já. En það sem að mér finnst kannski að maður eigi að taka með sér úr þessu öll saman, er að eitthvað getur alveg skipt máli og þarna getur við til dæmis nefnt landsdóm. Það ekki vinsælega fyrirbæri. Þó honum hafi verið beitt óskaplega sjaldan og þá er hann samt til staðar og hefur áhrif sem slíkur. Já. Þannig ég held alveg að það hafi haft áhrif þegar 27. greinin er þarna og allir vita að þetta er hægt þó að það sé ekki daglegt brauð. Og það er svona enn eitt af þessu að á þessu sviði sem ég er á, þá er lagaramminn, hann hefur áhrif en rammarnir eru tveir. Það er pólitíkin sem ræður og líka náttúrulega vegna þess að bara lagaramminn vitnar svo oft í hana eins og við erum búin að vera að tala um. Það er svo oft vísað á kjósendur sem seinasta umræðu og með rétt. En ertu sátt við þetta stöðun eins og það er fyrir utan umræðuna sem er þetta? Getum við lifa við þessa stjórnskipun sem er, þessa stjórnarskrá, svona temmilega óvissu sem getur bara verið skemmtileg. Það er ekki gamla lífi heimi það sem allt er útskýranlegt. Við náttúrulega erum með samfélag þar sem að við höfum margt gott og stjórnarskráin er, eins og ég segi, svona á bakvið, hún er ekkit alltaf í einhverjum forgrunni. Þannig að mér finnst erfitt að segja að við getum ekki lifa með því, en að því sögðu þá sérstaklega með forsetakaflan hef ég skrifað það trekk í trekk, að þarna þurfi að skerpa einmitt til þess að þetta sé bara skiljanlegra og skýrara. Það er eins og þingið bara get ekki klárað þetta. Síðasta umtalsverða breytingin var mannréttindakaflinn sem var á 10. áratugnum og þú varst að nefna það að ég held að hann ekki komið til nokkurs tals í þeim kostingum. Lögfræðingar rifust hræðilega. Það? Já, það var alveg bókanir og í lögmannafélaginu, ég veit ekki hvað og hvað. Ég kannaði þetta fyrir svolítið, þannig að það var stuð þar, en það var ekki alveg. Í kosningunum sem var á milli, ég man ekki eftir neitt. Nei, ekki þar, alls ekki. Sem er kannski mikilvægast sem að kjósendur voru að kjósa, ef við lítum á að sé verið að kjósa stjórnarskrárbreytinguna, að þá var það mikilvægastu málin sem að voru á dagskrá þeirra kosninga, en þau voru bara ekki á dagskrá. En þetta, já. Nei, okkar stjórnarskrá hefur verið breytt frekar oft, en ekkit ofsalega oft mjög mikið. 95 var svona stærsta breytingin, 91 var líka stór breyting þegar þingið fór að vinna í einni málstofan, ekki tveimur. En ég meina, klisjan sem var alltaf tekin, það hefur aðeins breyst en ekki mikið, var svo danska sem er með og henni var breytt eftir fæðingu Margrétar fyrrum drottningar og það var beðið eiginlega eftir henni til þess að koma þeim breytingum í gegn sem þurfti. Vegna þess að þá þurfti að breyta erfðaröðinni þannig að stúlkur gætu
ert krúnuna. Skiljið, þannig að það á að sumu leyti að vera svona aðeins flókið að breyta stjórnarskrá, það þykir ekkit ofsalega flókið að breyta okkar, en það hefur samt reynst erfitt að ná í gegn mjög stórum breytingum. Allt því verið svo ósamála, eða þingið allt því verið svo íhaldsum. Mér þetta það nú líka í hug, kannski bara viljum við hafa þetta svona, kannski finnst okkur bara alveg ásættanlegt á 12 ára fresti, þá tölum við öll svolítið út og síður forsetahambandið, bara til að freka heldur en að fara eitthvað að hræri. Ég hef dottið þetta. Eðalega að koma umræðu. Við gaman að gjamminu. Já, það er bara þannig. Herðu, Ragnhildur, kæra þakki fyrir að koma hingað og vonandi skýra út margt fyrir áhorfendum okkar valdmörk forsetans. Takk fyrir mig. Takk. Og Sigurjón, takk fyrir hjálpina. Já, sömuleiðis bróðir. Og ég þakka líka gestum okkur sem voru hérna fyrir í dag, en mest þakku við ykkur sem hafist aldrei hérna við og hlustað og breytt þessu samtali okkar við þetta rauðaborð í það sem er kallað fjölmiðlun. Þið getið hjálpað okkur við að byggja upp samstöðuna með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér, þannig stækkar dreifikerfi okkar. Þið getið sagt frá því að við erum á Facebook og við erum á YouTube og við erum á öllum hlaðvarpsveitum, við erum í útvarpinu 89,1 á FM og það má líka sækja þær útvarpssendingar á spilarann, það er spilari.is á netinu og svo spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenska útvarpsstöðvar, hvað sem er í heiminum, það sem er net. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman, þar er við númer 5 á fjarstýringunni, kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins samfélagsumræði við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunar. Þið sem að viljið taka þátt í að byggja samstöðuna enn frekar geti gert áskrifundur, það kostar 2.500 krónur. Þið farið þá inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, þið getið skráð ykkur þar. Þið megi borga meira þið viljið og þið sem kjósi getið láta áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Fyrir 2.500 krónum á mánuði fáið allt efni sem við erum með hér og eignist fjölmiðl sem er víst mjög eftirsóknarvert meðal auðmanna, en þið eigið hann í félagi með öðrum áskrifendum. Allt sem við sjáum hér og heyrið er boðið áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. Ég verð hérna næst á morgun klukkan 8, þá verður rauðaborðið og þá verður mikið fjör, regna ég með. Takk fyrir og njótið þess sem eftir er af helginni.